Heyrið, ég ætla aðeins að tala síðustu kvöldmótið hérna. Bara 2 vers, en þau verða sennilega fleiri. Bara að koma hugmyndir. Ok, við erum að grípa niður í Jónasarguspjall 13:33-34. Bara til að gefa ykkur smá innsýn, hérna er búið að eiga sér staðir. Júdas er hérna farinn, hann er búinn að standa upp og þið vitið hvað afleiðingar það fyrir með sér. Leiðir að stað síðustu svona aðdraganda göngu Jesú hér á jörðu. Ok, orðum þetta svona, hann sveik hann. Já. Og samt fínt fyrir okkur vita, þegar ég segi boðar trúarinnar, þá er ég ekki að meina boðskap okkar trúar. Það eru margir sem ruglast þarna á milli, sko. Þeir halda, já, ok, boðskapi minn trúar er að elska náungan. Það er ekki þannig og það virkar ekki þannig, sko. Við förum ekki inn í himnaríki út frá því við elskum alla, sko. Við förum í himnaríki vegna þess að Jesú var hinn fórnlausa, hann var hinn fullkomna fórn og tók á sig syndir okkar. Og þess vegna getum við staðið réttlátt frammi fyrir Guði, er vegna þess hvað hann gerði fyrir okkar á krossinum. Hann var að gera syndir mín vegna til þess að ég geti verið leiddur réttlátur fyrir honum. Fyrir Guði minna ég. Ok, brjótum þetta niður í 33-34. Börni mín, stuttastund mun ég vera enn með ykkur. Þér munu leita mín, eins og ég sagði gyðingum, segi ég ykkur nú. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Bíddu nú við. Börni mín, stuttastund mun ég vera enn með ykkur. Þér munu leita mín, eins og ég sagði gyðingum, segi ég, bíddu, voru ekki allir gyðingar eða? Þetta okkur Jesú segja þessa setningu. Þetta voru allt Ísraelsmenn, þetta voru allt Hebrear. Af hverju Jesú notaði þarna börni mín? Ef þú hugsaðir það í smástund, Jesú kallar aldrei lærisveina sína gyðinga. Það er nefnilega málið, sko. Þegar hann notar orðið gyðinga, þá er hann að nota yfir yfir elítuna í Ísrael. Þá notar hann gyðinga, hann notar orðið gyðinga til dæmis þegar hann er að lýsa bara farisegingum og sadúkum, þá notar hann orðið gyðinga fyrir þeim. Það voru gyðingar. Eða þú veist, hann notar orðið gyðingar yfir þessa ákveðna hópa. Hann notar ekki gyðinga yfir lærisveina sína. Hann notar orðið yfir lærisveina sína, hann notar á vini, Jóhannes 15:15. Hann kallar á bræður. Hann kallar á í Mattheus 28:10, þegar hann er upprisinn, þegar engillinn sagði við konunnar. Og þá segir Jesú við konunnar, segi allum bræðurum mínum. Svo kallar hann á böddi sín hérna. Hann kallar á postula, en aldrei gyðinga. Þetta er mjög magnað, sko. Svo segir hann, 34. vers. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér eigi að elska hvert annað. Myndu, þetta er síðasta kvöldmótiðin, nýtt boðorð. Hann er ekki að bæta við. Þetta fer ekki úr því að vera 613 boðorð yfir í 614. Nei, nýtt boðorð undir nýja sáttmála. Nýji sáttmála var ritaði daginn eftir, yfir blóð hans er nýji sáttmáli ritaður. Eins og ég hef elskað ykkur, þannig skulu þið elska hvert annað. Gætu þið svara mér, hvað hugsið þið heyrið þessa setningu, Jesú elskar ykkur? Er allir sammála þar? Já. Bara, ég get ekki verið meira sammála ykkur. Það er ekkert rangt við þetta. Ég er ekki að benda á þetta til þess að segja að það sé eitthvað rangt við að hugsa þetta. Alls ekki. Það er ekkert rangt við þetta. En hann segir, eins og ég hef í fortíð elskað ykkur. Hann skulu þið núna elska hvert annað. Þá voru við að spyrja okkur, hvernig elskaði Jesú lærisveina sína? Hann tók við þeim eins og þeir voru. Hann fyrirgaf þeim. Hann gaf þeim tilgang í lífið. Það var ekki eins og þeir voru gáfustu menninir eða flottustu menninir í heiminum. Pétur í Jónasi 6:62, þegar Jesús spyr hann, af hverju fylgir þú ekki bara þeim sem eru að fara? Hann sagði, ég hef ekkert annað. Þú hefur gefið mér allt. Hann gaf tilgang í lífið. Hann gaf þeim eitthvað sem var þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir. Hann gaf þeim, þú veist, postulasagan, hann var farinn í öðrum kafla að fara að segja við alla gyðingana.
til krossfestu drottin dýrðarinnar. Hann gaf tilgang, þeir ætluðu að fylgja honum, sama hvað. Og þeir fylgdu honum þannig að þeir voru þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir Jesú. Það var tilgangur sem hann gaf þeim. Við getum tekið þetta lengra á Rómverjabréfið 13:8. Þú skuldar engu neitt, þú skuldar fólki bara kærleika. Fyrir Korinthubréf 13, það dásamlegur kafli, sko. Það segir Páll bara að þú hafir þetta allt. Þú getur á tungum, þú getur flutt spádóma við fólki, þú getur verið með lækningagáfu, þú getur haft alla þekkingu sem til í heiminum, en ef þú hefur ekki kærleikann, þá ertu ekki neitt. Það ekkert á bakvið þetta. Þetta bara innantóm. Svo segir hann, nú væri von, trú og kærleikur. Að þessi þrennu hvað? Kærleikurinn mestur. Halleluja.